Já, hérna sjáum við varðskipið Þór, eitt glæsilegasta, ef ekki glæsilegasta skip íslenska flotann. Hann stendur nú á þurru hjá slippnum á Akureyri. Reyndar hefur þetta skip oft verið í fréttum vegna þess að hann er í slipp vegna ýmiss konar bilana. En nú langar mig að skreppa borð og skoða þetta skip aðeins nánar. Hvernig það hefur reynst og hvernig fer til dæmis fólkið borð. Við skulum fara borð og heilsa upp á skipherrann. Jæja, þá erum við komnir borð og hérna sjáum við fyrst það sem skiptir miklu máli borð í skipinu. Það er svona mengunar, varnar, búnaður, ekki satt? Það er rétt. Þetta er 300 metra girðingu sem olían er fiskuð í og síðan erum við með skimmer sem fleytir olían upp að haffletinum og dælt borð í skipið. Þessi skimmer á að geta dælt 100 tonum á klukkutíman. Og við erum með tanka fyrir þessa glatolíu, eða ekki gott íslenskt orð á þetta, fyrir 675 rúmmetra. Og þessi tankar eru hitaðir upp, þannig það er auðvelt að koma þessu í land aftur. Það er ekkert íslenskt skip með slíka búnað? Nei, ég ætla ekki að líta nokkuð, en ég held að þetta sé eini alvöru mengunarvarnabúnaður á Íslandi og fyrsti. Og þessi búnaður er hér á tromlu og rúllað út í kringum hugsanlegan olíuflekk ef slysverður? Já, þá tökum við þennan búnað þessa girðingu út og við þurfum að hafa einhvern bát í hinum endanum á honum á girðingunni. Síðan liggur hann hérna aftur með síðunni og við fiskum olíuna inni og skimmerinn sem er hér inni, hann er dreginn aftur á afturdekk, þannig að það sé betra að fiska þetta upp úr mengunarvarnagirðingunni. Svo hérna eru öflugar líka dráttartromlur, hvað geta þær dregið að miklu afli? Það er nokkuð mikið, spilið sjálft er hérna 250 tonn og vírin er 284 tonn, þetta er 64 mm víri, 11 metrar langur og hver metr í þessum víri tæpa 18 kíló. Þannig bara vegalengdin hérna frá spilhúsinu aftur á Skut eru 25 metrar og þar eru konum 450 kíló. Þannig að þetta verður ekki tekið á mannshöndum. Síðan er hérna minnaspilið, það er 70 tonn og þar erum við með helmingi styttri vír 550 metra og hann er 34 mm. Hann er ekki nema ykkur 4,5 kíló per metr. En síðan erum við með niðri í lest sem er hérna fyrir neðan. Þar erum við líka með varavíra fyrir bæði spilin. Og þó ég spyrji aftur, þá þarf nú alla að spyrja. Það gerist ekki slíkur dráttarkraftur á Íslandi og jafnvel þó víðar væri litað. Nei, þetta skip, það gengur 20 sjómílur en það togar 120 tonn. Og ég held að sé 90 tonn sem stærstu togarar er með. En þetta skip er náttúrulega sérstaklega hannað með þeim búnaði eins og við sjáum eftir sem við kallum Dynamic Portion búnaður eða hvað við kallum þetta sívirk stjórnun á íslensku eitthvað svoleiðis. Það eru erfiðin í þérinn. Og þá getum við stýrt bara skipinu þegar við erum að taka skip í tóg bara með þessum stjórnbúnaði en dráttargetan er mjög góð í þessu skipi. En skipið er stórt, við skulum fara víðar. Við erum búin að vera að þvoga og nú vorum við að slípa alla bletti sem kom í ljós eftir þvottinn. Fínir serrat allt saman og gera fínt. Og sprauta svo yfir? Sprauta svo yfir. Grunnat allt saman nú. Og er þetta ekki bara eðlilegt viðhald á skipi sem er búið að vera í söltum sjó? Já, þetta er búið að vera flót í 2 ár, þannig að þetta er bara eðlilegt. Þetta er glæsilegt skip, er þetta ekki gæðaskip þó að hafi oft verið í fréttum fyrir einhverja svona smá bílanir? Þetta er mjög gott skip, sko. Þetta er ábyggilega besta skipið þeirra. Efast ekkert það, sko. Men þetta er gott verkefni fyrir ykkur slippmenn svona í ársbyrjun? Alveg nauðsynlegt að fá svona. Bara mjög gott. Því bara gangi ykkur vel. Takk fyrir. Jæja, þá erum við konir alla leið upp í brú. Þetta er nú bara eins og heill samkomusalur. Já, þetta er stórt, 140 fermetrar. Enda mikið að tækja búnaði hér. 4 stjórnstöðvar til þess að stjórna skipinu. Ásamt mörg öðru. Þið tínið ekkert hver öðrum? Nei, það kemur ekki. Það hefur ekki gerst.
En þið eru komnir í slipp og skipið hefur nú þurft að fara ansi oft í slipp síðan það var afhent. Sýnist þér að það sé séð fyrir endana á þessum smá bílunum? Það er nú bara farið einu sem slipp hérna einmitt á Akureyri þegar losnuðu hérna hlífar fyrir sjókistunum. Og þetta er allt komið, allir vélbúnaðar komin í lag og nú er bara ábyrgðarskoðun hjá skipasmíðastöðinni áður en skipið rennur úr ábyrgð. Þá er verið að mæla rýmdir hér í skrúfum og fara yfir alla skrokkin og skipta og synk og annað. Eru góðir fagmenn hjá slippnum til þess? Já, mjög góðir. Það er mjög þægilegt fólk að vinna hér með. En ef við tökum kannski hinn vinkilinn á skipið, þessar fréttir af skakkaföllum hafa verið áberandi, en hvernig er skipið í heild? Hvernig fer ykkur borð í Þór? Mjög vel. Þetta er mjög gott og mikið skip og gefur mikla möguleika. Mjög vel tækjambúið. Eins og við vorum að skoða mengunarbúnað, dráttarspilin, við getum gefið þyrlueldsneyti hér sem kemur yfir skipið og fleira og fleira og fleira. Við erum með flýrmyndavél til þess að leita í sjó, í náttmyrkri, fullkominn stjórnbúnað sem er kallað Dynamic Position System. Þannig að hér er mikið af góðum búnaði í góðu skipi. Nú segja menn að þetta sé nú, og fullir að sumir að þetta sé glæsilegasta skip íslenska flotans. Má kannski taka þann jöfnuð út fyrir landsdeilina? Já, hvort það er glæsilegt. Við erum átt svo mörg glæsileg skip á Íslandi, þannig að það er dálítið erfitt að svona bera það saman. En nei, það er mikið af glæsileg skipum hérna sem er svarandi olíu eða annað, þannig að þetta er glæsileg skip, þakka fyrir það. Og þú er stoltur af þínu skipi og þínu fólki? Já, og sérstaklega fundum við í hérna, eins og ástandið yfir í þjóðfélaginu þegar komið þetta skip heim, hvað fólk var jákvætt, þarna var eitthvað komið sem við eigum öll. Sýndi mér björgunarbátana hérna áðan. Hvað hafið þið björgunarbáta fyrir marga? Við erum með björgunarbáta fyrir 150 manns, 6 báta. Við erum með björgunarbúnað sem er fyrir 48 manns. Það vorum við að tala um björgunarbúning og björgunarvesti og inn í því er semst búningar áhafnar. Þannig það er reiknað með að þurfa að fara í svona fjöldaflutninga og kannski þegar einhver vá ber að eins og snjóflóð og annað. Hvað eru margir í áhöfninni hverju sinni? 18 manns. Það er sama voru á gömlu skipunum. Þór, þetta nafn er nú gamalt hjá Landhelgisgæslunni. Hvað er þessi í röðinni? Þessi er númer 4. Sá fyrsti gift Vestmanninga 1920 og ríkið yfirtók hann 26 og hann sökk hérna fyrir norðan eða strandaði 30 og þá var giftuð þýsku togari, Þór númer 2 sem var með minni til 46-7 og svo kemur þriðji Þór sem er nýbúið að höggva upp í Broddejöfn og það var glæsilegt skip á sínum tíma. En eftir að það skip kom, þá var ekki á þessum skipum Óðni, Ægir og Týr ekki mikil framþróun. Og ekki síst miðað við það að við vorum alltaf að auka við okkur hafsvæði. 12 mílur, 50 mílur, 200 mílur. Þó okkur þætti, til dæmis bæði Ægir og Týr stórfenglegir þegar þeir komu í það minnsta miðað við gömlu varðskipin. Þá voru þetta í sjálfu sér engin skip til þess að verja 200 mílur. Já, náttúrulega það kemur ekki fyrir hann að Týr varandi 200 mílur. Hann var alltaf lítill í það verkefni. Hinn skipin voru hugsuð fyrir 4, 12 og 50. Þannig að núna fáum við Þór, einum 30, rúmlega 30 árum eftir við förum í 200 mílur. Þannig að það er ekki ráðnema, það mátti ekki seinna vera. Nei, og ekki gleyma landgrunninu sem er að vera að semja söður á landinu. Eitthvað fáum við þar og svo olíusvæði hérna fyrir norðan á Drega. Hvað verðið lengi hér? Það var talað 10 vinnudaga í þessu verkefni hérna. Og heldur það standist? Já, komið sumarblíða hérna. Og hvað tekur svo við? Þá verður farið hérna í ferð í byrjun febrúar og það bara byrjar alveg verðan. Nóg að gera, loðnan, normenn er að koma, þannig það verður eitthvað að taka. Hvernig líður dagurinn hjá ykkur í stuttu máli, í venjulegri eftirlitsferð þegar eruð að dorma hér við strendur landsins? Þetta er svo margþætt. Ég er ofta að spyrja hvort við séum í utanlandssiglingum eða
innanlandssiglingum, við erum bara í óvissusiglingum því að við vitum aldrei hvað næsti dagur beri skauti sér, þannig að við erum alltaf tilbúnir ef einhver kemur upp á. Við erum í eftirlitinu borð í skipum, við erum í björgunum. Hér var meira áður fyrir þjónusta við landsbyggðina að flytja fólk og annað á milli fjarða, sjúkraflutningar með bættum samgöngum, þá hefur þetta að mestu horfið. Og hafið þið góða aðstöðuna borð til þess að láta ykkur líða vel? Já, alveg frábæra, mjög góð aðstæða hér. Líkansrækt? Líkansrækt, gufubað, sólarbekkur, flotti matsalur og ekki gleyma eldhúsinu, það er náttúrulega allt gott sem kemur þaðan. Já, það er einmitt Bryti gamall akureyringur Jóhann Gunnar, ekki rétt? Það er rétt í þér. Ég veit hann er líka danskennari, er hann kannski búinn að kenna ykkur danssporin? Nei, ekki ennþá, ég verð nú þótt erfitt að kenna svona gömlu fuglum sem er að dansa hérna, við gerum þetta bara gömlu vana. En ég er alveg viss hann myndi taka þið vel að taka ykkur í smá námskeið. Það er nú komið til tals, ég verði að kenna það. Ég hef ekki trúið en hann láti verða af því. En heilt yfir, þá áhöfnin og þú sem yfirmeistari og skipherra, þið eru sátt við skipið? Mjög sátt, þetta er mjög gott skip og gefur mikla möguleika. Þetta er það sem vantaði hér á hafsvæðumhverfis Ísland. Það sem er alltaf aukning, ekki bara olían, olíuskip, skemmtifæraskip og fleira. Þá erum við komin í íbúð skipherra, það fyrir vel um hér. Já, mjög vel. Þetta er mjög þægilegu vinnustæður og íverustæður. Nú minnist ég þess að maður hefur verið að lesa minningar forverðinn að það var hér einu sinni sitt hvor matsalurinn, annar fyrir yfirmenn og hinn fyrir undirmenn. Er það þannig var skipunum? Nei, því við hættum því 1991 ef maður rétt. En þetta var náttúrulega bara í öllu flotanum og ekki síst í kaupskipunflotanum. Og þetta þekkist ennþá hérna hjá nágrannaþjóðunum eins og það sem ég þekki til hjá Dönum og þar borða skipstjórinn einn uppi sem leið nú til lok hér þegar Eiríkur hætti skipherra. Þetta gerist í Bandaríkjunum. Þú barðist fyrir að þetta yrði aflagt, hvað vakti fyrir þér helst? Ég barðist kannski ekki fyrir því en hérna ég held að mönnum hafa brugðið að ég var hérna mjög hlynntur þessu. Það hefur náttúrulega verið eins og víðast annars staðar til sjós einelti og þegar þetta verður ein fjölskylda og allir fara að borða saman að þá er minni hætta á einelti en eftir á móti þegar þau ekki segja yfirmennið, eldri mennir voru annars vegar en svo yngra fólki hins vegar, þá verður því ekki að neita það að við erum varið við einelti en ég hef ekki verið varið við það að neinu marki eftir að við breytum þessu. Þannig að nú borðið þið allir saman sem ein fjölskylda? Já, ekki bara sundum, þetta er alla daga. Í sátt og samlyndi. Akkurat. Hérna svolítið sérkennilegt apparat, er þetta einhvers konar rafstöð? Þetta er rafall sem er hægt að tengja við aðalvélina. Það eru tveir svona rafalar, hver upp á 1600 kW og við getum framleitt rafmagn fyrir eigið skip. Við getum líka kóplað aðalvélinni frá skrúfubúnaðnum og framleitt rafmagn fyrir land. Og þá þarf ákveðin viðbúnað í landi til þess að taka mótið í. En það er talið að ef maður geta fætt svona bæjarfélög eins og Ísafjörð eða Vestmannaeyjar. Ef eitthvað kemur upp á þá gæti þið séð svona bæjarfélögum hreinlega fyrir rafmagni? Já, til dæmis ef strengurinn fer í Vestmannaeyjum með eitthvað svoleiðis, þá þetta verður hægt. En það vantar í landi til þess að taka mótið þessu, sko. Við getum gefið þetta upp á bryggju en þá er aðrar að taka við. Hafið þið prófað þetta? Við keyrum þetta alltaf þegar við erum að nota alla raforkun okkar til þess að, en við erum ekki prófað að gefa í land, en við notum þessa rafal alltaf fyrir þegar við erum hérna á siglingu þá höfum við ekki ljósvélari í gangi en notum rafalinn í staðinn því að aðalvélin korter í gangi. Þannig að þarna er enn einn öryggisventillinn í raun og veru sem þetta skip býður upp á. Já, það er rétt. Þetta er mjög góður og stór öryggisventill og hefur verið notað lítilega á gömlu skipunum okkar en þeir eru ekki með þennan búnað sem slíkan. Þá segi ég bara sigliðið á Guðs vegum. Takk þér.